Nikita Motvits og 35 Þórir Aspar. Og leikmenn liðsins númer 4, Matti Simanek, númer 5, Viktor Moisesek, númer 21, Viktor Nilsson, númer 20, Emil Algar, númer 19, Kristinn Kristinsson, númer 6, Andri Helgason, númer 9, Róbert Pálsson, númer 25, Hilmar Sverrisson, númer 27, Karl Guðnason, númer 27, Lýrikur Dúbjakú, númer 8, Trausti Bergmann, númer 11, Kristján Jóhannesson, númer 12, Viktor Svavarsson, númer 47, Freyr Loger, númer 84, Hektor Rónsson, númer 15, Pétur Egilsson, númer 55, Baldur Mortensen, númer 22, Gunnsteinn Birkisson og númer 86, Gabriel Egilsson. Þjálfari liðsins Gunnar Guðmundsson. Þá það heimaliðið Stjörnunnar Reykjavíkur en í markinu númer 31, Jón Ragnarsson, númer 80, Ævar Björnsson. Leikmenn liðsins númer 14, Edvard Kaskak, númer 40, Þorgils Eggertsson, númer 9, Axel Ólafsson, númer 17, Alex Sveinsson, númer 18, Sölvi Akkarsson, númer 95, Haukur Steinsen, númer 16, Gunnlaugur Þorsteinsson, númer 19, Kári Arnarsson, númer 23, Hákon Magnússon, númer 92, Lukas Dinja, númer 6, Markus Ólafsson, númer 8, Benedikt Ingvarsson, númer 7, Arnar Karvarsson, númer 11, Haukur Karvarsson, númer 28, Helgi Bjarnason, númer 10, Þorsteinn Garðarsson og númer 64, Ríhald Sverrins. Og þjálfari liðsins Mílos Barasinski. Dómari leiksins í dag Sindri Gunnarsson og línudómarar Elvar Hagmarsdóttir og Andri Magnússon. Góða kvöldið og verið velkomin í streymið okkar. Hér eru að mæta Skautafélag Reykjavíkur og Fjölnir eða Björninn í Laugardalnum í toppdeild karla. Við eigum von á hörkuleik í kvöld. Það eru nokkra breytingar á leikmannahópum, bæði
Fjölnis og Skautafélags Reykjavíkur, þannig að við höldum bara að róa okkur yfir þeim aðstæðum og leifum liðunum bara að takast á og höfum gaman af því. Ég sé að Jóhann Björgvin byrjar í marki Skautafélags Reykjavíkur og Nikita í marki Fjölnis. Þá hefst leikurinn. Fjölnir vinnur puckinn. Sendi ykkur á miðju, fyrir markið, kemur skot. Snýspilið við. Puckurinn virðist enda í ísingu, fáum uppkastið aftur inn í varnarsvæði Eskeringa. Fjölnismenn hafa valið að byrja hefði uppkastið bekkjar megin, ekki stúku megin. Falur stillir upp í uppkastið. Þá allir að vera til aftur. Spilið fer af stað. Kemur skot sem að varið af varnarmanni. Eskeringar vinna puckinn, sjá spilið upp. Þeir ná nú að taka skiptingu eftir þessa ísingu áðan. Róbert á Andra. Andri upp á miðju. Kemur skot, puckurinn fer út fyrir, fáum uppkast inn í svæðinu. Arnar Karvels stillir upp í uppkastinu, sýnist mér, ég sé að ljúga. Ég er líka góð í því, nei, ég er bara að ljúga. Það var Haukur sem var í uppkastinu, en þeir eru nú bræður. Kemur skot, það er varið. Fjölnismenn ná pekkinu, missa hann aðeins á baki markið. Ágætis pressa í uppstillingum hjá Esseringum. Viktor bara heldur pekkinu þarna djúpt niðri. Fáum vonandi sendingu upp, þarna kemur sendingin. Þessi slapp, þetta var ekki rángstæða. Kemur skotið, það er varið. Gríðarleg markaslag. Smá barátta þarna puckinn við Battan. Með lítið að hreyfast, en leikmennir mikið onni hver öðrum. Sendingu upp, kemur skotið, það er varið. Upp á bláu, það fer ekki út fyrir, það er þessar út fyrir. Axel lendir einhverju samstuði,
fyrir skiptingu. S-eringar eru með pökkinn niður í svæðinu. Hér er ekkert gefið eftir. Kemur hérna þversending, næst snerting við pökkinn, þannig að það er engin lýsing. S-eringar vinna pökkinn aftur. Nei. Það er ná honum aftur, mistar hann smástund og það er aftur. Þessi pökkur rennur eiginlega bara yfir svellið eftir nokkra baráttu. Nei, S-eringar vinna pökkinn hérna. Það er stillt upp í uppspil. Spilið komið niður. S-eringar vinna pökkinn. Ná að senda hérna upp, mér sýnist þeir eru að missa hann í, ísingu yfir svellið. Svolítið erfitt þegar að leika missa hann í ísingu of oft. Ekki það sem gerast akkurat núna, en þetta er bara ákveðið þreytandi að fá ekki hvíldina, því þeir sem ísa pökkinn mega ekki taka skiptingu. Þannig að S-eringar stilla upp án þess að hafa skipt leikmenn. S-eringar komið með pökkinn, reyna aftur sitt uppspil. Aðeins hindranir. Það er dómur, það er biðdómur hjá Fjölni. Það er krækja eða húkingdómur sem Hector Rolfsson er að fá á sig. Hann fer rakleiðis í boxið. S-eringar hafa valið að stilla upp uppkastinu sínu bekkjar megin. Eftir dóma mega þessi lið velja hverju megin þeir vilja stilla upp. Þeir hafa valið að stilla upp hérna bekkjar megin. Bíðum eftir að dómurinn komi upp á töflu. Ok, allir tilbúinir. Þá hefur spilið. Framsendingun yfir, kemur upp á bláu. Fjölnir vinnur pökkinn, ná að hreinsa út á svæðinu. Falur komið hérna einn niður. S-eringar ná þessu aftur. Bara svona nokkuð yfir inn í þetta uppspil, komin inn í svæðið. Náður að stilla upp, missa pökkinn út fyrir. Þá er ekkert annað í stöðunni en bara að halda pökkinum og stilla upp aftur. Það er rúm mínúta eftir á dómnum. Þeir eru bara rólegir. Komast þeir inn í svæðið. Stilla upp stúku megin að missa pökkinn. Fjölnismenn hreinsa út og Hilmar fer yfir bláu með pökkinn, ber hann yfir. Þeir Fjölnir missir pökkinn. S-eringar ná honum aftur. Þeir ekki alveg hvort liðan á að stilla upp í
í spilin eftir lengri tíma. Það einhvern veginn alltaf komnar einhverjar hindranir. Fjölnir að fyrsta pökkinn. Það 29 sekúndur eftir á dómnum. Þeir ná að stilla hérna upp. Andri Magnússon tekur þetta uppkast. 4 Fjölnismenn á móti 5 S-eringum. Og pökkurinn farin yfir. Það eru 15 sekúndur eftir á dómnum. Spurning hvort S-eringar komist hérna yfir. Já, í eitthvað gott spil. Áður en að Hector kemur úr boxinu. Kemur skot, fer framhjá. Hector kemur inn og fer beint í spilið. Létt klafs þarna við battan. Og svo byrjar uppspilið. Andri kemur pökkinum inn. Ágætis barátta þarna í horninu. S-eringar vinna pökkinn. Skot á markið, það varið. Það smá hit í leikmönnum. Allir að ná að anda aðeins inn nefið og róa sig aðeins niður. Þá hefur spilið að nýju. Pökkurinn komið niður í hornið. Fjölnismenn dömbunum bandur markið og koma nú síðan upp svellið. Skot á mark fyrir aftan bláun fer yfir. Fjölnismenn vinna frákastið. Taka hérna wrap-around. Ná ekki skotinu. Halda samt pekkinum áfram. Þá snýst spilið við og þó kemur skot sem varið. Þetta var hraður viðsnúningur, gott að markmennir séu vakandi fyrir þessu. Sending fyrir skotið stoppað af S-eringum. S-eringar vinna pökkinn, tömbunum upp og þeir eru að missa hann í ísingu aftur. Þá skiptingin stöðvuð hjá þeim. Þeir verða að drífa sig inn á svellið aftur. Fáum uppkastið aftur bekkjarmegin niður í varnarsvæði S-eringa. Fjölnismenn vinna pökkinn, uppkastið stoppað, það verður endurtekið. Uppkastið endurtekið og spilið fer af stað. Fjölnismenn vinna aftur face-offið eða uppkastið, skot fer yfir. Og markmaður þristir pökkinn. S-eringar taka skiptingu og kemur fersk lína inn á. Bjarnamenn halda áfram sinni stöðu, eða Fjölnismenn. S-eringar vinna pökkinn.
kemur sending á vænginn, upp á miðina, Axel, einn á... Valur með pökkinn, kemur honum upp, skot á markinn, fer fram hjá... Ja, þá er það ekki skot á mark, skulum ekki telja það þannig. Esseringar stoppa þetta, ná pökkinum, kill og að hælast þarna fyrir. Komnir inn í svæðið, þá ná einhverjum að taka skiptingu, sjá hverju koma hérna ferskir inn á. Þá ákveða Fjölnismenn að hægja aðeins á leiknum og stilla upp. Sýnist Robbi vera þarna með pökkinn á bak við markið. Nokkuð slagur, hann fyrir skiptingu, Viktor tekur við. Kemur sendingin upp og dömpaður yfir. Þá er þetta snúast leikar við. Nú fá ísingu frá Fjölnismenn. Esseringar hafa þá valdið til þess að velja hlið fyrir uppkastið. Þeir hafa valið að hafa það bekkjar megin. Og Esseringar vinna pökkinn. Kemur sendingin yfir upp á bláu. Skot varið. Fjölnismenn náðu að krafsa í þetta. Það er ennþá gríðarleg barátta þarna. Kemur skot. Þetta á stórhættulegt skot. Hefði vel gett orðið að marki. Varða ekki. Fór í púðana. En við erum með baráttu hérna niður í horni. Hér á ekki að gefa Tommu eftir. Þá eru Esseringar búnir að skipta. Þeir stilla upp fyrir gott uppspil. Hlaða í það hérna. Hökurinn á bak við markið. Kemur sendingin upp á bláu. Komist innan. Þetta snýst voðalega hratt við hérna. Kemur skot á markið frá Fjölnismönnum. Varið og speglast út fyrir og var svona hársprit frá því að verða að ísingu en gerði það ekki. Sá bara hendur og dómarinn komna upp. Þá fáum við uppspilið úr varnarsvæði Fjölnis. Pökkunni, bláu, kemur skot eða sending fyrir, nær enginn í það. Yfir á Róbert. Pökkunni aftur upp, Andri. Esseringar ætlar ekki að láta hann til að stunda þetta. Hún var bara að pressa á sig leið. Kemur skot, það er varið. Þarna átti nú að dömpa pekkinum yfir en það náðist ekki. Sýndist, sá ekki hver þetta var alveg á hvaða Bjarnar-leikmaður þetta var sem náði að setja höndin í pökkin en kom hann allavega á Robba þannig að þetta var þarna handpass eða handsendingu. Við erum ekki í handbolta, við erum í íshokkí þannig að það þarf að stöðva þetta.
eru Fjölnismenn komin inn í varnarsvæði S-eringa, komnir í sókn, þeir halda pekkinu, kemur skot, það er varið af leikmönnum, ekki markmanni. Fjölnismenn fara á hefja uppspilið. Komast inn í svæðið, ná skoti, það er varið. Halda samt pekkinum eftir frákastið, er mikil pressa frá S-eringum. Náða rimmanum með frá battanum bak markið. Lagði í skot og skora. Þetta er Emil sjálfur sem skoraði. Já, ég sé ekki betur. Kemur sendingin sjá með því endursýningu. Emil hliður í skot, feikað aðeins og sett hann svo inn. Staðan er 1-0 fyrir Fjölni, eða Birnun, eftir í hvernig þið viljið orða þetta. Mark Fjölnis og skoraði leikmenninu 20, Emil Alekar, með stóðsendingu frá leikmenninu 4, Martin Simonek og leikmenninu 5, Birnur Föstsson. Já, Martin Simonek og Viktor gáðu þarna áttu stóðsendingarnar á Emil. Þetta mark virðist ekki hafa mikil áhrif á leikinn. Flissar nú aðeins yfir í að Sindri Gunnarsson var að fá pökkin í sig. Það gerist þegar maður er dómari. Ákvæmstækling hérna niður í horni. Svolítið klaps. Fjölnismenn stilla upp í uppspil. S-eringar vinna pökkin. Komast pökkin yfir en eru stoppaðir, ákveðin hindrun þar. Halda samt pökkinum og byrja uppspilið úr sínu varnarsvæði. Það er flautað. Við erum að fá hérna hæstikk og uppkastið færist einu svæði óhagkvæmara. Ég vona að þið skiljið hvað er að fara. Ef þið horfa á uppkastpunktana á svellinu þá færist uppkastið einu svæði eða einum uppkastpunkti óhagkvæmara fyrir brotlegt lið. S-eringar vinna pökkin. Komast inn í svæðið. Kemur skot á markið. Og markmaður fristir pökkin. Náða að frista frákastið. Fá að minna þetta ferska fætur á svellið. Bæði lið skipta. Fjölnismenn eru með pökkin, ákveðin barátturinn uppi battan. S-eringar gefa ekkert eftir, mæta og pressa, stela pekkinu.
koma hann niður, þeir stilla upp í uppspil, kemur pressa frá Fjölnismönnum en þeir láta það ekkert á sig fá. Ná þessu bara, sendi upp á miðju. Komnir inn í svæðið, kemur skotið, frákast. Fjölnismenn vinna frákastið, ná því, Eskfirðingar pressa bara strax. Eskfirðingar vinna pökkinn, þeir ætla að hlaða hann í uppspil, en það er dómur. Það er húkingdómur, eða krækja. Mér sýnist þetta að vera leikmaður Fjölnis Bjarnarsson númer 77. Endur tekið uppkast. Að fá uppkastið. Eskfirðingar vinna það. Leikmaður Fjölnis númer 77, Líðvík Jakub, fær 2 mínútur fyrir hópinn. Fá hann pökkinn upp, Kári með pökkinn, fer sjálfur, kemur fyrir, skot er varið. Eskfirðingar vinna pökkinn aftur, menn er í horninu, Kári kemur skot, það er blokkað af Fjölnismönnum. En ná hann aftur, ná ekki þessu skoti. Kemur sendingin upp á bláu, yfir skot varið. Fjölnismenn dömpa hann út. Það eru 50 sekúndur eftir af yfirtölunni. Kemur, ná ekki að koma pekkinum inn. Þeir eru bara komnir inn, Fjölnismenn ná að krafsa í þetta, dömpunum yfir. Axel kom með pökkinn, þeir hefði uppspilað aftur, Eskfirðingar. Kemur inn miðuna, í gegn sjálfur skot og markmaður fyrst í pökkinn, er hann að fyrsta frákastið. Pökkurinn lá bara beint upp húan hjá markmannum. Hefði getað verið gott færi, náðist ekki alveg þarna. Frábær markvarsla. Oft krefjandi að ná að stýra frákastinu þannig að maður nái að fyrsta það líka. Fáum uppkastið bekkjarmegin. Kári stillir upp. Eskfirðingar vinna pökkinn. Kemur skot, fer fram hjá. Halda pökkinum áfram.
Þá eru bæði lið orðin fullskipuð. Kemur skot, ekki alveg nógu mikill kraftur í því. Fjölnismenn á pekkinu. Satt stöðug pressa frá Eskfirðingum. Dómarinn er hluti á spilinu. Ótrúlega barátta fyrir frá marki. Kemur skot og frákast. Fjölnismenn ná frákastinu. Þessi pressa sem að Eskfirðingar eru að veita hérna í öllum aðstæðum er alveg ótrúleg. Þetta er ótrúlegur karakter sem við sjáum hjá liðinu. Þetta er ekki auðvelt hjá Fjölnismönnum þótt að þeir séu búin að skora eina mark leiksins hingað til. En við erum komin í 15 mínútna leikhlé og ég hlakka til að sjá okkur á eftir.
Já, góða kvöldi aftur. Þá erum við komin að skjánum og önnur lota að hefjast. Ég veit ekki hvort ég kynnti mig áðan. Ég svo gleymin að ég man ekki svoleiðis hluti. Hvorki að kynna mig eða hvort ég kynnti mig. En ég heiti Guðlaug Þorsteinsdóttir og hérna ein að lýsa leiknum í kvöld. Það eru 5 sekúndur í að við erum að byrja leikinn. Fjölnismenn vinna puckinn. Liðin hafa skipt vallarhelminga. Smá fella hérna. Sjáum baráttu hérna við hérna battaðan alveg frá hornum og upp að bláu. Hér á ekkert að gefa eftir. Esseringar vinna puckinn, keyra inn, kemur fyrirgjöf og missa puckinn. Náðu nú reboundinu og skut fyrirgjöfinni og skut á markið og markmaður fristi puckinn þarna. Það var skemmtilegt spil. Mjög skemmtilegt. Góð samvinna hjá strákunum. Fáum bara uppkasti hérna niður í horni. Bekkjar megin. Kemur skot og mark. Ég held við erum bara að sjá þetta í endursýningu. Ég náði ekki einu svona að segja neitt. Kemur face-offið. Þetta ótrúlegt. Það bara unnið og beint í skot sem fer í netið. Hákon skoraði þetta mark. Stóðsending úr face-offi frá Kára. Sjáum hvort það sé ekki rétt sem er. Endurtökum þetta uppkast. Það stundum þannig. Þegar uppkastin ekki nógu góð þá bara betra að endurtaka þau. Kemur uppkast aftur. Og við tökum bara 3. ránd af því. Fjölnismenn voru farnir af þess stað. Í uppkastum reglan svo að leikmenn verða að standa kyrrir og það ekki bara við þá sem að berjast puckinn, heldur líka liðsfélagana. Það nefnilega ósanngjarnt ef þeir eru á ferðinni fyrir hina. Jæja, en spilið fara á stað. Kemur skot. Hákon með puckinn. Ótrúlega ferð á drengnum. Robby í bakkinn á honum. Þeir eru hann í svaka baráttu niður í hornin. Puckurinn komin upp á bláu. Já, þeir hreins út á svæðinu. Þetta var vel gert sem vel lesið. Puckinn dömpað. Andri nær frákastinu. Hann bara bombar honum yfir, nær snerting á puckinum, þannig að þetta verður ekki ísing. Esseringar taka þó bara uppspilið. Koma hann við þetta mann á milli, missa hann. Fjölnismenn með puckinn. Koma hann inn í svæðið. En lauflétt tækling, það má önnur Esseringar með puckinn. Þá stilla Fjölnismenn upp. Sýnist þeir að róa leikinn aðeins niður, fara bara inn í yfirvegað uppspil, en spurning hvort það takist. Esseringar bakkar endur aðeins með þessa pressu sem stefnt í að hafa, en þeir virðast komast á stað. Já, og inn fyrir upp á vænginn, inn á bláu, kemur skoti og það fer yfir. Já, fáum við uppkast.
Þá fáum við uppkast. Stúkumegin. Eskeringar ná spilinu, ná að halda pekkinu. Það var rangstaða. Þá fyrir uppkastið út fyrir. Allir kyrrir og uppkastið. Það er tekið, flott. Fjölnismenn vinna pökkinn. Dömpunum niður. Markmaðurinn fer og stoppar hann. Eskeringar taka pökkinn en það er mikil barátta í gangi. Fjölnismenn vinna hann tilbaka, ná skoti sem er varið. Þeir halda pökkinum áfram, Fjölnismenn, en Eskeringar stela honum í góðri baráttu niður í hornum. En þeir eru hins vegar að missa. Já, dómararnir hérna stöðva skiptinguna. Þeir nefnilega æsuðu pökkinn. Það var hlutverki dómarann að passa upp á réttir leikmenn, fari inn á svellið og taki uppkastið. Fjölnismenn vilja hafa uppkastið bekkjar megin. Stilla upp í þetta. Allir með kyrrir. Ágætis uppkast. Þeir voru eitthvað að missa sjónar á pekkinu. Eskeringar dömpunum. Þeir ná þá að komast í skiptingu. Fá ferska fætur inn á eftir þessar lögléttu refsingu sem að ísingin er að með ekki skipta. Andri með pekkin. Kemur hann yfir að robba. Þeir missa niður og þá er það að snúast við leikar. Nú er Fjölnir að frysta pökkinn og koma hann í ísingu. Þeir með ekki skipta. Eskeringar völdu að hafa uppkastið bekkjar megin. Eskeringar vinna þetta. Komur meila bara beint á markið. Kemur skot, það er varið. Frákastið niður í horn. Eskeringar náðu pekkinum en mikil barátta í horninu. Og Fjölnismenn náðu öllu valdi á honum. Andri droppar honum upp, beint á fal. Kemur fyrirgjöf, en næst ekki skot úr þessu. Bara heldur baráttan áfram. Eskeringar virðast vera að ná pekkinu. Nei, ég er að segja ykkur að það er ekki gefinn tomma eftir í þessu. Pökkurinn fyrir út úr svæðinu. Tempa niður. Markmaðurinn niður og stoppar þetta. Eskeringar pressa verulega. Hér á að nota líkamann. Maður á mann, hann niður í horninu. Kemur sendingin upp á miðju. Eskeringar stoppa þetta. Fjölnismenn er að ná sendingunni. Eskeringar halda pekkinu, komunum upp og hann er komin út úr svæðinu. Og þá fáum við spilið niður í varnarsvæði Eskeringa. Það er mikil barátta á pökkinu þarna bakur. Nei, í horninu. Pökkurinn samt komin yfir hinum megin. Lauflétt tækling.
Fjölnismenn stilla upp fyrir uppspil. Hilmar bekkinn á miðju. Árið komnir inn fyrir og alveg niður í svæðið. Esseringar komnir með pökkinn, komnir inn í varnarsvæði Fjölnismanna. Það var skot sem var varið, glæsileg markvarsla, beint í hanskan. Sjáum við Kári og Falur mætast hérna í uppkastinu. Esseringar vinna pökkinn. Reyna saman leik og áður, beint í skot. En það var varið, þeir héldu frákastinu. Og það er rangstaða. Það sýnist þetta að vera bara sömu leikmenn, þeir ætla ekkert að skipta. Halda bara áfram þessu tempó sem er búin að vera. Pökkurinn kominn inn. Andri. Róbert. Inn fyrir. Hérna er fókinn hanski og það er dómur. Það er holding dómur. Hákon Marteinn á leiðinni í bóksið fyrir að halda leikmanni. Esseringar þá á leiðinni að spila 4-5 í næstu 2 mínúturnar. Fjölnismenn fá þá val hvar uppkastið á að hefjast núna fyrst og eftir að leikmaðurinn fer í bóksið. Þeir völdu að vera bekkjar megin. Fjölnir vinna pökkinn. Sending fyrir... Já, þetta var bara beint í mark. Sjáum alltaf sendinguna. Fyrir niður á baki markið. Kemur sending upp og beint í skot. Og hann fer bara inn. Fer inn í nærhornið. Staðan orðið 2-1. Það var leikur hafinn að 9. Markið svo skoraði leikmennið númer 21, Vikkinsinni, með stóðsendingu frá leikmennið númer 20, Emil Andar og leikmennið númer 4, Martinsinni. Já, Viggo er hérna í treyju númer 21 inn á svellinu. Nei! Þetta er alveg rosalegt. Við erum að fá annað mark hérna, eins tæpt og það gat orðið. Kemur skotið. Já. Hann rétt fer þarna yfir. Markadómari gaf merki þess að pökkurinn hafi farið yfir. Þetta hefur öllum líkindum verið fyrsta mark leikmannsins sem skoraði. Það er í það minnst að vera að sækja nýjan pökk.
ólíklegt að þessi fyrsta marki á Hilmari. Mögulega pökkurinn bara fara ekki út af. En ég ætla ekki að segja neitt um það. Þá fer pökkurinn út af. Hér eru leikmenn aðeins að spjalla við dómarna. Þeir vildu fá ísingu á pökkinn en dómarnir mátu sem svo að það væri ekki. Kemur þversending, pökkur er farin niður. Baráttan heldur áfram. Fjölnismenn ná pekkinu. Við pressan strax. Þetta gæti verið tæft. Eskeringar búin að hreinsa úr svæðinu, tilbúin til að fara inn aftur. Komnir inn. Þessa pökkinn. Hér ætlum við bara að vinna með háu pressuna allan leikinn. Það þarf 4 eða 5 til að stoppa einn mann. Það gerist. Annars samkvæmt nýjustu tölfræði upprættingum þá var þetta ekki fyrsta markið hans Hilmars. Bara alls ekki. Hann átti 8 mörk í fyrra. Rangstaða. Það hlýtur að vera eitthvað ómögulegur pökkur eða eitthvað. En höfum ekki áhyggjur af því. Ég ætla að vera með einhverja skemmtilegar tölfræði staðreyndir hérna fyrir þennan leik en það eru mjög fáir leikir búnir á þessu tímabili. Þannig að það er ekki eins skemmtilegt að koma með tölfræðistaðreyndir eins og það er eftir áramót. Þannig að ég ætla að spara þær fróðleiks upplýsingar þangað til síðar í tímabilinu. Jæja, uppkastið búið. Pökkurinn komið niður í horn. Þetta var nú svolítið tæft, en allavega Fjölnismenn halda pökkinum en þessi háa pressa er ennþá til staðar. Eskeringar gefa ekkert eftir, þeir ná pökkinum, þeir koma upp á bláu, kemur skot. Varið. Þetta er svakaleg barátta, við erum að sjá dóm, það er dómur á Eskeringa. Eskeringar er að missa mann í boxið, markmaðurinn á Fjölnis skautar út af, kemur skot frá Fjölnismönnum beint á mark Eskeringa. Fjölnismenn orðnir 6. Þá er flautað. Hérna er húkingdómur, 2 mínútur. Mér sýnst að vera leikmaður númer 17, getur það staðist? Já. Alex. Hann fær 2 mínútna dóm fyrir þessa krækju. Eskeringar verða þá 4 á 5. Næstu 2 mínúturnar. Blokkað skot, frábærlega varið hjá leikmanni. Skot og pökkurinn laus fyrir fram markið. Það er allt í há.
Ég ætla að spara mig hérna. Dómarinn mætti strax niður aðeins að kæla menn, koma við sundur. Það þarf nefnilega ekki að knúsast þarna, það má gera það annars staðar. Bara heima eða eitthvað. Við fáum bara uppkastið aftur, mér sýnist Falur vera að stilla upp á móti Kára. Falur vinnur uppkastið, pökkunum komur Andra, Hilmar, Róbert. Aftur við pökkurinn upp. Þessi pressa er ótrúleg, hún er ekki að gera Fjölnismönnum auðvelt. Við fáum hérna einn á móti markmanni. Skot fer framhjá, heldur samt áfram pekkinum. Svakaleg tækling niður í horni, Hákon liggur eftir. Fjölnismenn eru með pökkin. Hann liggur ennþá, hann er staðinn upp, hann nær ekki að halda kylfunni sinni. Þannig að þeir eru eiginlega bara komnir, já, 4 núna. Kemur skot frá Esseringum sem eru undirmannaðir. Það er mikill hiti í mönnum eftir þessi áflog hérna niður í horni. Ég sá þetta ekki nógu vel sjálf til þess að geta sagt til hvað átt sér stað þarna. Esseringar halda pekkinum. Og það er mikill hiti, heyri ég bara hérna af bekk Esseringa eftir þessi atvik. En við erum að fá dóm. Ég sá ekki atvikið, mér sýnist, já, við erum hérna. Það er slassingdómur á Þorgils sýnist mér. Moggi sé farin í boxið. Dómararnir eru þarna eitthvað að ræða sín á milli. Nú koma upplýsingar þar til fyrirliða. Ef ég væri betri í varalestri og mögulega með gleraugun mín þá geti ég séð hvað það verið að segja, en ég sé það ekki og heyri ekki í þeim, þannig að ég bíð spennt eftir upplýsingum hvað er í gangi hérna í dómarakrísunni. Andri Helgason er að fara í boxið. Mér reiknar svo til að atburðarásin sé þess eðlis að línudómarar hafi getað gefið aðaldómara upplýsingar atvik. En þarna tala ég bara af eigin reynslu úr röndóttagallanum, en ég veit ekkert hvað er að segja stað hérna á svellinu. Fáum úr þessu skorið. Þetta er öllum líkindum eins og mér reiknaðist til. Það er komin 5 mínútna dómur á Andra Helgason. Ég á eftir að sjá fyrir hvað, eða fá tilkynningur það. En þegar stærri dóma er að ræða þá er beðið eftir upplýsingum frá þeim sem að sér til. Já, við sjáum þetta atvik hérna, Hákon tekur skotið, Andri kemur, já, hann
bortar hann svona illa eða fer framan í hann. Ég ætla ekki að segja til hvað enda callið verður. Þá hefst leikur á nýtt. Þá spila liðin með marga leikmenn. Það er komin einn úr boxinu hjá SR. Það er því ekki powerplay en svoleiðis. Markmaður fristi pökkinn eftir gott skot. Þegar liðin spila jafn sterk hvað varðar fjölda leikmanna þá þýðir það að reglan ísingu eða æsingu er í gildi fyrir bæði lið. Hins vegar þegar lið spilar undir mannað þá getur það dömpað pekkinu alla leiðina yfir án þess að flauta sig ísing. Pökkurinn komin inn í hlutlausa svæðið. SR-ingar halda pekkinu. Það er alltaf að róa aðeins bílið en það kemur strax pressa. Þá þýðir ekkert annað en að skauta bara. Kemur pökkurinn upp. Hann fer yfir. Það er aftur atvik. Falur nær pekkinu, kemst inn í svæði SR-inga. SR-inga vinna pökkinn, komast niður, ná send. Þetta var ótrúlegt. Frábært spil hjá SR-ingum. Sjáum þetta í endursýningunni. Kemur inn í svæðið. Skýtur frákastið. Beint í sendingu og skorar. Þar sem að liðin spila með jafnmarga leikmenn inn á svellinu þá er enginn að koma út úr refsibóksinu, jafnvel þrátt fyrir að bæði lið hafi leikmann í refsibóksinu. Þau spila áfram 4-4. Hér erum við í smá vandræðum. Það eru nefnilega nokkri blóðdropar á svellinu. Það má ekki hefja leik eða spila ef það er blóð á svellinu, þannig að hér sjáum við línudómarana mynda sköfur og ég veit nú ekki alveg hvað að kalla þetta. Þetta er einhverjar snjósköfur. Sjáu hvað eru færi í þessu. Ég er þokkalega viss að ef að þetta teymi væri að störfum hjá Reykjavíkurborg þá væru göturnar í betra standi á veturnar. En nú er þetta komið af. Áhöldin fara út af og rammanum verður lokað.
þá verður hægt að hefja leikinn að nýju. Eða ný. Það eru merkilega að fá skilaboð komin frá málfræðilögunni. Þá hefst leikurinn. Fjölnismenn vinna pökkinn. Koma honum yfir. Lið Skautafélags Reykjavíkur er fullskipað. S-eringar eru með pökkinn, koma hérna í gott uppspil. Komast inn fyrir, halda pökkinum. Þeir eru í yfirtölu núna og verða það næstu 2,5 mínútuna. Andri fór í boxið með 5 mínúta dóm, þannig að það er nægur tími fyrir powerplay. Þeir halda pökkinum, koma honum upp, Axel er sjálfur, tekur skot. Pökkur niður í hornið, upp, alveg upp á varnarmann, yfir á Axel. Það er ná honum aftur. Þá þarf að hreinsa út úr svæðinu, áður en að fara aftur inn. Axel. Hann komur inn fyrir, kemur skotið. Frákast sem að Fjölnismenn vinna. S-eringar gefa ekkert eftir, þvílík pressa. Þetta er engin smá barátta. Og markmaður frystir pökkinn. Við fáum uppkastið hérna bekkjarmegin í varnarsvæði Fjölnis. Fjölnismenn vinna pökkinn, dömpunum yfir. Markmaður stoppar þetta og S-eringar komast í uppspil. Þorki. Það er rangstaða. Þetta var eins óvart hvað gerist. Það er bara svo mikill hraði á mönnum. En það er það sem við áhorfendur viljum. Við viljum hafa þetta hratt og spennandi. Þorgils. Aftur Þorgils. Kemur skotið, markmaður frystir pökkinn. Stillar upp í uppkastið. Við erum farin að sjá þess að mætast nokkuð reglulega.
Kemur Bökkurinn þetta yfir. Þeir ná þessu án þess að vera... Nei! Þeir skora! Ótrúlegt spil. Sjáum endursýningu á þessu. Kemur hérna þversendingin upp svellið. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ekki þversending. Þetta er eiginlega, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu. Þetta kom bara þvert upp svellið. Ekki þvert yfir svellið. Þið hljótið að skilja mig. Staðan orðin jöfn í leiknum, 2,5 mínútur eftir á þessari lotu. Andri Helgason er kominn inn á. Baráttan er hvergi nærri hægt, Fjölnismenn ná pekkinum, pressan hjá S-ringum er ennþá til staðar. Það er bara maður og mann hér og mikið klafs. Þeir gefa ekkert eftir. Bökkurinn kemst hérna út úr aðstafanum. Hilmar með pökkinn, kemur hann upp á Robba. Það er enda á þessi ótrúlega pressa. Þetta er ísing sem við erum að fá hérna. Fjölnismenn með pökkinn, komur hérna inn í miðjuna. S-ringar kom með pökkinn, kom honum inn fyrir á Hákon. Hákon tekur skotið, það er varið. S-ringar ná frákasti, Toggi. Ein mínúta eftir af öðrum leik. Hluta heyrist hérna í hátalarakerfi hússins. Það er ekki skipt af þessa leik með neinu máli, það hér er ekkert verið að spara. Til hvers að spara sig, segir nú bara. Já, má ég nú sjá. Fjölnismenn með pökkinn náðu þarna sendingu upp. S-ringar voru svolítið að loka svæðinu, þannig að pökkurinn endaði að fara út. Fjölnismenn taka skotið. Pökkurinn fer hérna í eitt og annað og niður í horn. Hér er bara fyrir að rimma pekkinum og tækla menn. Upp á bláu. Skotið blokkað. Þetta er ótrúlegt. Ljúkum þessari lotu hérna á einni góðri tæklingu. Ég var að heyra frá stelpunum í ritarabóksinu að það er einhver vandræði með hítruna sem að við förum ekki í það að leiðrétta eftir augnablik. En við erum komin inn í 15 mínútna hlé, staðan í leiknum er 3-3 og ég sé ykkur aftur eftir stutta stund. Endilega fáðu ykkur smá kaffi og þetta er tíminn til þess að fara að pissa og svona. Við ætlum ekkert að gera það meðan að leikurinn er í gangi. Nógu spennandi er hann. Sjáumst eftir smá.
Jæja, góða kvöldið. Við erum komin hérna aftur að leiknum. Það eru 20 sekúndur í að þriðja lota leiksins hefjist og staðan er 3-3. Við vitum ekkert hvað mun gerast hér á eftir. En reglur í íshokkí eru þannig að annað liðið verður alltaf að sigra. Þannig að við vitum að annað liðið mun sigra. Lokatölur leiksins geta ekki orðið jafnar. Þá tekur Sindri Gunnarsson þriðja uppkastið sitt. Vestfirðingar eru með pökkinn. Missa hann hérna út úr svæðinu. Dómarinn kom upp með höndina fyrir ísingu. Fá uppkastið niður í varnarsvæði S-eringa. Fjölnismenn við að velja hvor megin þeir vilja hafa uppkastið. Þeir fara og stilla upp stúku megin. Það er yfirleitt hendura fyrir dómarana að uppkastin séu stúku megin. Þá þarf aðaldómarinn ekki að skauta beint í gegnum leikmannaskiptingarnar. Nei, ég er að ljúga ykkur, það er akkurat auðvitað. Ég er náttúrulega áttavillt og með ADHD og þá fara upplýsingarnar stundum svona. Já, fáum pökkinn inn í varnarsvæði S-eringa. S-eringarnir ná pekkinum. Spilið komið niður í horn. Fjölnismenn á pekkinum. Pökkurinn fer hérna upp, við fáum ísingu aftur. Nú á Fjölnis hliðina. S-eringar velja þó uppkastið. Hvor megin það að vera? Ég held að þessir tveir, Kári og Falur, eigi flest uppköst í leiknum. Þeir eru að mætast ansi oft. Andri með pökkinn, kemur honum yfir. Sendi þetta bak við markið og upp. Fjölnismenn missa pökkinn. Komin yfir á S-eringa. Róa aðeins niður leika. Síðustu 2 mínútur hafa kannski aðeins verið að líkast ping-pong. Fer pökkurinn vel á milli liða en ekki mikið innan liðsins. En þá reyna Fjölnismenn að stilla í uppspil. Pökkurinn komin upp á kantinn, inn á miðju. S-eringar stoppa þetta með pressunni sinni, góðu. Baráttan er mikil, pekkinum dömpað rétt fyrir framan rauðlínuna, þannig að það er ekki æsing. En langt fór þessi pökkur. Sendur yfir hjá S-eringu. Chipa hérna upp í loft. Fjölnismenn á pekkinum. Senda svo beint á S-eringarna. Þá koma S-eringar ætlar að fara upp svellið. Töppunum í Fjölnismenn. Þá er bara taka 2. Jæja, nú vil ég fara að sjá stilt upp í eitthvað spil og aðeins andað inn nefið. Ég veit að taugarnar eru trektar, það eru mínar taugar líka og ég er ekki inn á svellinu.
Emil með tökinn, gefur honum upp, niður í hornið síðan. Okkur á bak við markið. Kemur sendingin upp, Hilmar. Axel blokkar þetta, hann fer bara sjálfur, hann er komin einn á móti. Nær að senda yfir fyrirgjöf. Skot, það er, náði ekki á ramman, ekki á milli stangana í það minnsta. Axel aftur komið pökkinn, vinna þetta, SR-ingarnir stilla upp. Þetta skot að blokka, það dömpast hérna alveg yfir. SR-ingar með pökkinn, en það kom strax pressa frá einu manni. Pökkurinn vinnst hérna inn á miðju, helst þar. Og þetta var alveg tæpt. Það hefur hægt að ná markið þarna. En þetta er æsing. Bjarnarmenn náðu að rúlla pekkinum hérna alveg yfir svellið. Það þeir fá ekki skiptingu. En við fáum ferska fætur í bláa liðinu inn á. Spurning hvað áhrif það hefur. Koma hérna vel ferskir leikmenn inn á svellið. Stilla sig vel upp. Það sýndist að vera það fyrir liðsfélagar að mætast í uppkastinu. Það er alltaf skemmtilegt. Þessi hélst nú inn á svellinu, ég sá nú samt ekki alveg hvernig það var, en það er hérna æsing aftur. Línudómar að leiðrétta þá leikmenn sem höfðu reynt að koma sér út af. Þetta gerðist eiginlega bara beint fyrir neðan mig. Ég staðfesti þannig í höllinni að ég sá ekki pökkinn akkurat í þessum aðstæðum. Axel kemur á vænginn. Sendingin niður, upp á Axel aftur. Kemur skotið. Það er mark. Sjáum þetta í endursýningunni. Kemur pökkurinn hérna upp á Axel. Þar kemur skotið. Glæsilegt mark hjá SR-ingum sem eru komnir yfir núna. Staðan orðin 4-3. Ég þori ekki að fullyrða hvort að Axel átti loka snertingu við pökkinn eða hvort það var leikmaðurinn sem beið frákastinn. Ég ætla að bíða eftir að fá frekar upplýsingar þetta. Komin í híturuna. Fjórða mark SR var skorað af leikmanni númer 92, Lukas Dinja, með stóðsendingu frá leikmanni númer 9, Axel Óttan og leikmanni númer 18, Sölva Andersen. Já, það var Lukas sem skoraði. Fjölnismenn komnir með pökkinn. Emil þarna niður í horni, tekur skot á markið, pökkurinn er laus. Fjölnismenn vinna aftur, það er skot. Sýndist nú markmaðurinn snerta aðeins þarna, hafa áhrif á stefnuna. Gefum honum það kredit sama hver staðreyndin er. Hilmar með pökkinn. Sendir niður. SR-ingar ná þessu. Kemur fyrirgjöf, hann fer inn! Ótrúlegt! Þetta er ótrúlegt mark. Þessi mistök voru dýrkeypt sem áttu sér stað rétt á undan. Það eru komnar þetta á húfurinn á svellið. Komið hat-trick. Dómarnir henda þeim bara inn í boxið.
Þetta var ótrúlegt. Já, nú gengur pökkurinn aftur hérna á milli þess að pingpongkúla. Já, ég veit ekki hvort ég sagði það að það hafi verið Hákon sem skoraði en það fór kannski ekki á milli mála. Eskfirðingar með pökkinn. Þvæla honum hérna niður í sóknarsvæðinu sínu. Þeir halda honum en það já, þó að missa hann hérna til Bjarnamanna. Vinna hann bara aftur á miðjunni og koma hann niður aftur. Þá ná Fjölnismenn pökkinum alveg inn í sitt svæði, reyna að hefja eitthvað spil hérna en fara út fyrir. Komin biðrangstað, ná að hreinsa hana. Þá gefst Eskfirðingum færi á að hefja upp spilið á nýjan leik. Kemur skot framhjá. Eskfirðingar halda pökkinu. Misand og í æsingu. Aðeins mislukkuð sending. En það gerist. Við fáum bara uppkastið niður í svæði. Bjarnamenn kjósa að vera með uppkastið stúkumegin sem einmitt það sem minna hentugt dómarnum, öfugt við það sem ég sagði áðan. En við erum ekki að spá í því. Þeir eiga að spá í sjálfum sér, ekki dómarunum. Þótt að dómararnir krossi fingurnar hentugasta uppkastsvæðið. Kemur skotið. Aftur fyrirgjöf. Náðu ekki að framst í þennan. Hættur að finna niður í svæðið. Fjölnismenn halda pökkinu. Eskfirðingar ná hann einhverjir að fara í skiptingu. Kemur pressa. Það ennþá barátta hérna í svæðinu. Nei, herðum mig. Ekkert á þetta. Þetta þarna tveir saman. Þá ná Fjölnismenn að hreinsa úr svæðinu og alla leið yfir. Þannig að þetta fer bara beint í æsingu. Viggo fer út af middur. Eskfirðingar með pökkinn. Axel ber hann inn. Kemur sér vel fyrir. Góð sending hérna niður. Rétt framhjá. Pökkinn kominn niður í horn. Þá dómur á Eskfirðinga með líklegt að þessi trippingdómur. Markmaðurinn skautar út af. Pökkurinn gengur út á milli Fjölnismanna. Sjötti leikmaðurinn kominn inn á. Þá leikurinn stöðvaður. Eskfirðingar snertu pökkinn og biðdómurinn loksins flautar. Sölvi fyrir bóksið. 2 mínútur, tripping. Það alltaf óheppilegt þegar leikmenn lenda í því að trippa. Það gerist nefnilega ótrúlegt satt að maður trippi óvart. Fjölnismenn vinna pökkinn. Senda þetta niður. Halda pökkinu. Komum upp bláu. Á vænginn í horn. Aftur á vænginn. Upp á bláu, yfir.
Skot, pökkur laus, markmaður fyrst í pökkinn, en það komin aðeins átök þarna fyrir svona markið. Viktor farin að knúsa leikmaðurinn, hann á ekki að gera það hér. Hér anda allir með nefinu. 10 mínútur eftir af þriðja leikluta. Staðan er 5-3. Við erum að stilla upp í uppkasti í varnarsvæði S-eringa. Fjölnismenn vinna pökkinn. Þeir eru að spila einum fleiri næstu 1,5 mínútuna. Fáum pökkinn upp á bláu og varnarmanninn. Á vænginn. Aftur á varnarmanninn kemur skotið. Markmaður fristir þetta. Þetta var nú illa gert á strákunum að fara ykkur átök þarna, að taka þetta moment af Jóhanni Björgvin sem átti þarna glæsilega fótbolta markvörslu í íshokkí búning. Það er ekki oft sem að segja markmenn hopp upp í loftið. En hér er allir farin að handa inn nefið. S-eringar ná sér í skiptingu. Þá hefðist leikarinn í S-eringar vinna pökkinn, ná að hreinsa út fyrir. Sýnist eitthvað stress í Fjölnismönnum. Þeir eru óttast örugglega þessa pressu sem er búin að vera á þeim í allt kvöld. En þeir komast inn í svæðið. Skiljanlega vilja líka ná eitthvað út úr þessu powerplayi sínu. Menga muninn. Andri með pökkinn. Kemur honum niður. Andri aftur komið með hann. Yfir Robert. Pökkurinn kominn upp á bláu. Niður í hornið. Ná honum ekki alveg þar, þannig að spilið færist yfir á hinn hlutan á svellinu. Yfir. Kemur skot sem er blokkað. Þeir halda pekkinum inni. 9 sekúndur eftir. Það er spurning hvað Sölvi gerir þegar hann kemur úr boxinu. Hvort hann komi beint inn í spilið. Eða færi skiptingu. Svo, hvað gerist? Hann kemur beint inn í spilið. Hann er meira þess að bara tilbúinn sem sendingamöguleiki. Akkurat fær pökkinn. Koma inn. Fara bara beint í að keyra á markið. Gengur ekki alveg upp. Þá er það bara næsta tilraun. Kemur skot. Fjölnismenn á pekkinu. S-eringar skipta. Ágætt fyrir það að ná að anda aðeins. Margir hverjir búin að vera lengi inn á. Það gerist oft þegar maður er að spila einum færri. S-eringar ná pekkinum. Reyna fyrirgjöf en eru með menn ofan í sér allstaðar. Koma pekkinu sín á milli, aftur komið niður í horn, inn í miðuna, kemur skot. Blokkaði leikmönnum. Kemur skot, rýbandið alveg í hæslottinu. Náði ekki, voru alveg í klessu þarna. Pökkurinn fer yfir og það er æsing. Dómararnir stöðva hérna skiptingu. Rétt skal vera rétt, höfum rétt að leikmenn inn á. Þetta er minimalísk refsing að fá ekki að draga andan í lengri tíma en 14 sekúndur eða svo. Og þá hefst leikurinn á ný. S-eringar vinna pökkinn, koma honum upp í, já, niður aftur. Kári komið með hann.
Þetta ótrúlega barátta hér og ekki gefa neitt eftir. Hér mönnum gert erfitt fyrir að láta pökkinn ganga á milli. Hann ennþá inn í varnarsvæði Bjarnarins og Björnin hafi verið með yfirhöndin á pökkinum í smá tíma. Þá bara pressan búin að vera svo gríðarleg. Björnin eða Fjölnir kemst þó út úr þessum vandræðum, niður og inn í sóknarsvæðið sitt. Kemur skot en það er varið. Kom einhverju ferski fætur inn á aðrir alltaf halda áfram. Hektor stillir hérna upp á móti Hauki. Þeir hafa æft saman í einhver ár. Þannig að það mér þykir alltaf vænt að sjá þeirra leikmenn geta verið í átökum inn á svellinu og svo bara gefið HR 5 þess fyrir utan. Kemur skot sem varið. Það stillum upp. Kemur upp veistu. Þessir ekki að vinna pökkinn. Axel er komin í þetta 1 á móti markmanni. Hann setur hann inn. Við fáum að sjá endursýningu á þessu. Vinnur þetta pökkinn, keyrir bara beint inn og fer yfir búðan og inn í netið. Það þarf ekki að vera flókið. Staðan orðið 6-3, skautafélagi Reykjavíkur í vil. Við fáum uppkast á miðjuna. Þetta var klassísk æsing, en það sem gerist þegar markmaðurinn er komin út úr krísunni. Þá ekki æsing. Þá það bara leiðrétt. Það til lausnir á flestum vandamálum. Þessir ykkur vinna pökkinn. Þessi pressa frá Essiríkum er rosaleg. Nú heyri ég stúkuna eitthvað að vera að kvarta. Ég veit ekki alveg yfir hverju. Hérna eru leikmenn eitthvað að spjalla. Fjölnismenn halda pökkinu, komum upp, hérna inn, blokkað skot. Ég væri til að vera með tölfræðir hvað mörg blokkuð skot búin að vera í þessum leik. Það eru ótrúlega mörg. Kemur skot og það bara skorað beint í rýbandið. Fáum að sjá endursýningu á þessu. Pökkurinn gengur hérna aðeins. Kári á þetta skot og tekur sitt eigið rýband. Staðan orðið 7-3.
Fjölnismenn vinna puckinn. Róbert meðan kemur hann yfir. Skotið niður. Barátta hérna við batan. Komur upp á bláu. Pekkinn dömpað þvert yfir svellið en þar var enginn. Andri Helgason kom og pikkaði hann upp. Pekkinn gengur þetta milli Fjölnismanna. Þessi pressa frá Eskfirðingum er hvergi nærri hægt. Svartklæddir halda pekkinum. Gengur inn á milli varnarmanna. Kemur fyrirgjöf. Pekkurinn laus fyrir fram markið. Eða fyrir aftara. Þá er flautað. Markmaðurinn liggur. Hjálmur farin á hann. Jóhann Björgvin er alveg á staðinu. Leikmenn fara í skiptingu. Leikmenn þeirra óska eftir að hafa uppkastið fyrir utan svellið. Ég verð nú að segja að það er ótrúlegt tuð á bekknum. Ég held það sé bara hluta af hita leiksins. En það er stundum bara þannig. Það er líka hluti af þessu. Hér eru allir að ná að anda rólega. Ef Jóhann Björgvin er búinn að ná sér þá er það fyrir öllu. Eskfirðingar vinna puckinn. Axel vann þetta uppkast. Það er komið dómur. Það er cross-check dómur sem að... Er þetta Gunnsteinn? Nei, hver er það? Nei, Viktor er að fá. Fáum uppkastið niðri í varnarsvæði Bjarnarins. Eskfirðingar eru búin að velja að hafa uppkastið bekkjar megin. Spilið fara á stað. Puckurinn gengur út á milli Eskfirðinga. Eskfirðingar halda puckinu. Fara hérna mann á milli. Fara að spila yfir hinum megin. Puckurinn á bláu. Fjölnismenn ná að vinna þetta. Dömpa pekkinum yfir. Þeir ná hérna skiptingu, koma ferski fætur inn á. Eskfirðingar missa pekkin út fyrir. Þá þarf að hreinsa úr svæðinu. Þeir eru ekki lengi á því. Þá fara þeir bara og stilla upp fyrir gott uppspil. Þorgils og Kári, aftur Þorgils. Hákon og Þorgils. Aftur á Kára, Hákon. Kemur skot. Tóki kom með hann. Kemur skotið. Ágætis tækling er farin Hjálmur á leikmanni. Nei. Það þarf að skauta út af. Baráttan er komin alveg niður í horn.
þá eru bæði liðin með jafnmarga leikmenn inn á svellinu. Pökkurinn er komin niður í varnarsvæði S-eringa. Þar gengur þar á milli manna. Fjölnismenn á að vinna pökkinn. Hilmar komin með pökkinn niður í horni. Pressan hættir ekki. S-eringar ná pökkinum. Þeir stilla upp. 2 mínútur eftir af 3. lotu. Axel ber pökkinn yfir svellið og aðeins tilbaka, róar aðeins mannskapinn. Sendir þetta á vænginn. Kom skotið og það var varið. ...72 sekúndur eftir af 3. lotu leiksins. Fáum uppkast þetta niðri í varnarsvæði Bjarnarins. Pökkurinn gengur út á milli S-eringa. Baráttan í Perkinnar er hætt. Það er dómur að koma upp. Röffingdómur. Þetta var ekki stuttstopp á... Nei, ekki langt stopp á svellinu fyrir Viktor. Hann er komin aftur í bóksið. Þá eru Bjarnarmenn orðnir 4 á móti 5 S-eringum og verða það út þessa lotu. Bjarnarmenn vinna pökkinn. S-eringar komin með pökkinn, kemur skot fyrir yfir. Pökkurinn lausnir í horni. Fjölnismenn dömpunum. Axel vinnur þetta, kemur hann upp. Já, flott yfir. Þessi pökkur fór bara yfir ljósin. 15 sekúndur eftir. Ná að bera hann þetta inn. Kemur tækling, mark. Já. Já, þetta var bara síðasta augnablik leiksins. Voru þessar tæklingar hérna í lokin. Lokatölur leiksins eru 7-3 fyrir Skautafélagi Reykjavíkur á móti Byrninum sem er í íshokydeild Fjölnis. Næsti leikur í toppdeildum íshokkeysambandsins er toppdeild kvenna sem framfer á laugardaginn. Þar er Fjölnir að taka á móti Skautafélagi Reykjavíkur í Laugardalnum. Og í toppdeild karla er næsti leikur 18. október. Þá er Skautafélagi Hafnarfjarðar að mæta Fjölni og þar á eftir er Skautafélagi Reykjavíkur að mæta Skautafélagi Akureyrar. Við ætlum að þakka kærlega fyrir okkur hérna í kvöld. Ég og myndatökumaðurinn minn sem heitir Andrés. Þannig að ég hlakka til að sjá okkur síðar. Takk fyrir áheyrnina, áhorfið, mætinguna í stúkuna og
tölfræði skilaboð sem bárust hérna símleiðis á meðan leikstóð. Þangað til næst. Góða nótt.